Jæja, góðan daginn. Þá sit ég fund númer 602 bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar og fundurinn er haldinn í hátíðasal grunnskólans í Hveragerði, skólamark 6, 5. 9. apríl 2026, klukkan 5. Og fundinn sitja Sandra Sigurðardóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Markan og Steinunn Erla Kolbeinsdóttir sem jafnframt ritar fundargerð. Eru athugasemdir við fundarboðið? Og þær eru ekki og þá skellum við okkur beint í fyrsta dagskrárlið. Það er ársreikningur Hveragerðisbæjar vegna ársins 2025, fyrri umræða. Og á fundinum mættur Magnús Jóhannsson hjá KPMG Endurskoðun og ég ætla að gefa honum orðið til þess að kynna ársreikninginn og endurskoðunarskýrsluna sem hann leggur hér fram á fundin. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk hérlega fyrir það og gott að sjá ykkur. Hér við stödd við fyrri umræðu ársreikning Hveragerðisbæjar þegar við fengið gögnin til ykkar með að funda gögnum. Við erum stödd þar í afgreiðslunni á þessu að við fyrri umræðu raunverulega bæjarráð og bæjarstjóri sem leggja reikninginn fram til afgreiðslu. Hann þarf svo að fara í gegnum 2 umræður. En við erum raunverulega bæjarstjórn og endurskoðandi undirrita reikningin ekki fyrr en við síðari umræðu sem áformuð að verði 12. maí ef ég skil rétt. Þannig að þá svona hinn formlega afgreiðsla. En sveitarstjórnarlögin kveða þannig á að reikningurinn skal vera tilbúinn til endurskoðunar og umræðu og þar erum við raunverulega stödd í dag. Þannig að við erum með ársreikninginn hér undir. Sundurliðanir sem þið hafið sem eru þá samstæðu, yfirlit, deildir og málaflokkar og svo ég hérna með drög að endurskoðunarskýrslunni eða svona hluta úr henni sem ég svona legg til kynningar fyrir bæjarfulltrúa en endurskoðunarskýrslan verður svo lögð formlega fram við síðar umræðu þegar endurskoðunar okkar lokið og við svona höfum alltaf þann fyrirvara á að þó að við séum mjög langt komin með okkar vinnu þá auðvitað staðfestu við þetta ekki endanlega fyrir við undirritun okkar. Þetta allt bara með hefðbundnu sniði og ekkert nýtt í þessu. Ef við opnum bara ársreikninginn sjálfan og förum bara í gegnum þetta í sameiningunni þá hér á blaðsíðu 3 það bara skýrsla og áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar og þið sjáið að þarna afgreiðsla bæjarstjóra og bæjarráðs dagsett 9. apríl og þar erum við í dag og síðan þá síðar umræðan þá kvittar bæjarstjórnin undir þarna 12. maí. Áritun endurskoðanda kemur svo bara inn við síðar umræðu þannig að það sé engin misskilningur hvað það varðar og við bara setjum inn málsgrein þar sem við bara lýsum yfir að við munum árita reikninginn samhliða áritun bæjarstjórnar við síðar umræðu í bæjarstjórn. Þetta svona formlegheitin í þessu öllu saman. Rekstrarreikningurinn svo settur fram í annars vegar fyrir A-hlutann og hins vegar fyrir samantekinn A- og B-hluta. Þetta eru 6 dálkar sem þið eru þarna að horfa á og það þá upplýst rauntölur ársins, áætlun með viðaukum, það að segja áætlun fyrir 25 eins og hún var í árslok, þá upphaflega áætlun með öllum viðaukum og svo fyrra ár til samanburðar. Og undir A-hlutann fellur þá bara þessi hefðbundna A-hlutastarfsemin og svo samrekstrarverkefni sem auðvitað hafa þarna einhver áhrif. Undir A- og B-hlutann svo bara öll starfsemi sveitarfélagsins. Og ef við horfum bara fyrst á samantekinn A- og B-hluta þá eru heildartekjur sveitarfélagsins á árinu 2025 ríflega 6,1 milljarður, 6.173 milljónir sem umfram það sem var gert ráð fyrir í áætlunum ykkar. Áætlunum ykkar gerði ráð fyrir því að heildartekjur sveitarfélagsins yrðu rétt ríflega 6 milljarðar og sambærileg fjárhæð á fyrra ári voru 5,5 milljarðar rétt ríflega. Á móti þessu eru svo rekstrargjöld sem nema þarna 5,4 milljörðum. Stærsti hlutin eru laun og tengd gjöld sem nema þarna 3,3 milljörðum. Lífeyrisskuldbindingin reiknast þarna til gjalda 113 milljónir og svo annar rekstrarkostnaður þarna upp á rétt ríflega 2 milljarða. Þetta svona í ágætu samhengi við fjárhagsáætlanir. Þar nam heildarrekstrarkostnaðurinn 5,2 milljörðum tæplega og þetta gefur þá rekstrarniðurstöðu fyrir afskriftir og fjármagnsliði upp á 750 milljónir í jákvæða rekstrarniðurstöðu. Á sama tíma
Í fyrra nam rekstrarniðurstaðan 730 milljónum en því voru gera ráð fyrir að vera með 840 milljónir út úr rekstrinum í áætlunum ykkar. Nú afskriftir reiknast þarna 200 milljónir rétt ríflega og svo erum við þá með fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur sem nemur 450 milljónum. Þannig að rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild eru þarna 92 milljónir eða 93 milljónir tæpar. Við voruð að gera ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 150 milljónir tæplega og á sama tíma í fyrra eða 2024 nam rekstrarniðurstaðan 170 milljónum. Og ef við horfum á A-hlutann sem eru þá þarna fyrri þrír dálkarnir getum við sagt, þá eru heildartekjurnar rétt ríflega 6 milljarðar sem nokkuð umfram fjárhagsáætlun, þið gerir ráð fyrir 5,8 ríflega í ykkar áætlunum. Rekstrargjöldin 5,3 milljarðar og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði þá tæplega 700 milljónir í jákvæða rekstrarniðurstöðu. Þið voruð að gera ráð fyrir tæplega 800 milljónum í ykkar áætlunum og fyrir ári voruð með 717 milljónir. Nú afskriftir reiknast 170 milljónir og fjármagnsliðir 430, þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans nemur þarna 95 milljónum. Gerðu ráð fyrir 160 milljónum tæplega í ykkar áætlunum og fyrir sama tímabil í fyrra þá nam rekstrarniðurstaðan 220 milljónum. Og áhrifin af samstarfsverkefnunum inn í afkomu A-hlutans nema 75 milljónum af þessum 95 og þið sjáið það getið glöggað ykkur því í skýringu 7 hér með reikningnum svona hvernig það er samansett. Þannig að við getum sagt að samstarfsverkefnin hafa talsverð áhrif inn í A-hlutann og hérna á geta hnykkja á því að það er kannski eitthvað sem þið eru ekki með svona fyrir framan ykkur frá mánuði til mánaðar yfir árið. Nú, eignirnar eða efnahagsreikningurinn hérna á blaðsíðu 6, heildareignir og það er engin áætlun, þannig erum við bara með fyrra ár til samanburða við rauntölur 25. Og ef við tökum bara samstæðin í heild, þá eru heildareignir sveitarfélagsins í árslok 2025 tæplega 11,5 milljarður, aukast á milli ára úr rétt ríflega 9 milljörðum. Þannig að þar auðvitað skýrist að fjárfestingum og öðrum þáttum. Við getum svo sagt að lungi þessara eigna eru langtíma eignir. Og þið sjáið það þarna fyrir meiri síðu að fasta fjármunirnir eignirnar sem að sveitarfélagið heldur til lengri tíma nema þarna 10,1 milljarði tæplega og langstærsti hluti þeirra eru þá varanlegir ekstrafjármunir sem eru þá fasteignir og mannvirki, veitukerfi, gatnakerfi og svo framvegis. Og svo eru þetta leigðar eignir sem að þið sjáið að hækka talsvert á milli ára og það eru þá bara nýjir leigusamningar sem sveitarfélagið hefur gert á árinu vegna fasteigna. Skammtíma hlutin af þessu eru svo þessar 1343 milljónir sem eru þá að stærstum hluta á óinnheimtar tekjur sem að sveitarfélagið svo bara innheimtir í upphafi árs og það er búið að taka tillit til niðurfærslu og svona varfærnis sjónarmiða í því. Aðrar skammtíma kröfur upp á 143 sem að skýrist þá af virðisauka skatti og öðru slíku og svo er þá handbært fé sem að sveitarfélagið hefur til ráðstöfunar þarna 329 milljónir. Þannig að samantekið er þetta 11,4 milljarðar. Nú, það er ekki mikil breyting í A-hlutanum, auðvitað þá falla út ákveðnar eignir eins og veitukerfi og fleira, en heildareignir A-hlutans eru samt rétt ríflega 11 milljarðar og hækka þarna úr 8,6 á milli ára. Og það er svo sem bara sami taktur í því, lungin eru langtíma eignir og svo eru þetta restin er þá kröfur sem að innheimtast og svo handbært fé. Nú á skuldahliðinni þá er í efstu línunni eigið fjárreikningur sveitarfélagsins og það er raunverulega bara mismunurinn á bókfærðu virði eigna og skulda og eigið fé sveitarfélagsins í árslok eru þarna 1700 að tæpar 1800 milljónir og breytist auðvitað afkomu ársins líkum endumat á lóðum og lendum sem að sveitarfélögum er heimilt að reikna á og færa. Það er allt í samræmi bara við regluverkið og enga breytingar á því á milli ára. En svo flokkum við skuldir sveitarfélagsins raunverulega í þrennt eftir eðli þeirra.
Það að segja við drögum út skuldbindingar þar sem að óvissa bæði endanlegan höfuðstól sem kemur til greiðslu og tímalínuna varðandi það hvernig þær skuldir munu greiðast. Og það lífeyrisskuldbindingin sem bara metin árlega og auðvitað tekur hún breytingum eftir því hvernig rétthöfum raunverulega reiðir af launaþróun og það ýmsir svona matskendir óvissu þættir í því sem ræður uppreikningnum. Þess vegna hún flokkuð sérstaklega, en síðan við bara með hefðbundnar langtímaskuldir sem þá annars vegar við lánastofnanir upp á 5,8 milljarða og svo hins vegar við leigusala eða leiguskuldbindingar sem þá færðar upp á 1300 milljónir. Og bara til að rifja upp að sveitarfélögum ber að færa upp leigueignir og leiguskuldir og þá meðhöndla það í reikningsskilum sveitarfélaga bara eins og fjárfestingar og lántökur væri að ræða. Það hefur bara sömu áhrif inn í reikningsskilin. Menn færa bara leigugreiðslurnar, menn skipta því bara í afborgunarhluta og vaxtahluta og áhrifin bara að vera mjög sambærileg hvort sem þú fjármagnaði með leigu eða með láni. Þannig að langtímaskuldina samtals upp á 7,1 milljarð, lífeyrisskuldbindingin 1100 milljónir og svo við þá með skammtímaskuldir sem nema þarna 1409 milljónum og þá aðrar skammtímaskuldir hérna í neðstu línunni upp á tæpar 700 milljónir sem þetta langstærstum hluta launatengd gjöld og bara aðrar svona skammtímaskuldir, viðskiptaskuldir sem þarf að greiða eftir áramótin. Við drögum það út næsta árs afborganir langtímaskulda sem þarna 559 milljónir. Næsta árs afborganir leiguskulda upp á 41 og svo fyrirfram þetta tekjur sem verið að innleysa yfir tíma upp á 62. Og þið sjáu að skýringanúmerin þarna til nánari glöggvunar og sundurliðunar í þessu. Þannig að skuldirnar samtals upp á 9,6 milljarða samanborið við 7,6 á fyrra ári. Þannig að og ef við horfum á A-hlutann þá það svona tiltölulega svipað lífeyrisskuldbindingin hvílir öll á A-hlutanum og starfsmönnum A-hlutans, langtímaskuldinnar af stórum hluta, leiguskuldinnar öllu leyti við A-hlutann og heildar skammtímaskuldinnar þarna 1390 milljónir. Þannig að við getum sagt að lungin af umfangi eignum og skuldum sveitarfélagsins eru í A-hluta starfseminni. Sjóðstreymið og hér svo sem ætla kannski ekki að fara mjög djúpt í það en það ágætt að glöggva sig á svona helstu stærðum í því. Það sama framsetning og á rekstrarreikningnum. Við erum þarna með rauntölur, við erum með áætlun með viðaukum og við erum með fyrra ár og við byrjum þarna efst með rekstrarhagnaðinn eins og hann kemur út úr rekstrarreikningnum og svo þarna fyrir svona summan í fyrsta kaflanum veltu fyrir frá rekstri sem svona lykil stærð í fjárhag sveitarfélaga og þar við búin að leiðrétta hagnaðinn fyrir liðum sem hreyfa ekki handbært fé. Og það þetta verðbætur lána, það afskriftir rekstrarfjármuna og svo við þarna með sölu og byggingarétti og tekjur að gatnagerðargjöldum. Þú sjáu að það dregið út úr veltufénu og þær tölur færast niður í fjárfestingarhreyfingar og koma þær inn sem jákvæð stærð. Þannig að þetta sama tekið gefur veltufé upp á 486 milljónir ríflega sem heldur meira en þið voru að gera ráð fyrir ykkur áætlunum. Þið voru að gera ráð fyrir að veltufjár rekstri yrðu 450 milljónir rétt ríflega og fyrra ári voru þau með tæpar 500 milljónir í veltufé frá rekstri. Og þetta eru þá raunverulega bara þeir fjármunir sem verða eftir þegar búið að greiða allar rekstrarkostnaðar, laun og vexti. Nú hluti af þessum fjármunum svo bundin í kröfum eða öðrum skammtíma liðum og það þarna kaflinn fyrir neðan og hann hefur neikvæð áhrif upp á 70 milljónir. Þannig að handbært frá rekstri verður þá 415 milljónir og það þá þeir fjármunir sem þið hafið raunverulega til ráðstöfunar til fjárfestinga og þá afborgana lána eftir atvikum. Og það eru talsverð umsvif í fjárfestingum hjá sveitarfélögunum á árinu 2025. Samantekið eru fjárfestingarnar fjárfestingarhreyfingarnar upp á tæplega 1900 milljónir, 1863 milljónir og stærsti hlutin bara fjárfestingar í rekstrarfjármunum sem þarna í efstu línunni upp á 2.150 milljónir. Og það þetta útstreymi fjármuna, það þá fjárfestingar sem þarf að greiða fyrir, en á móti það að selja byggingarétt upp á 107 sem þá jákvæð fjárhæð þarna
og þið sjáu það svo eru þið með gatnagerðargjöld sem þið eru að tekið fara upp á 65 sem hefur jákvæð áhrif og svo eru þið með gatnagerðargjöld sem þið færi til lækkunar og fjárfestingum sem eru þannig 161 milljón. Þannig að það hefur jákvæð áhrif á þetta og svo drögum við og okkur ber að gera það samkvæmt regluverkinu að draga fjárfestingar í íbúðarhúsnæði sérstaklega út úr öðrum fjárfestingum og það er þarna 51 milljón tæplega. Þeir eru svo með áætlunina þannig til hliðsjónar og svo fyrra árs tölunar í þessu líka. Og þið sjáuð að það eru auðvitað þarna fjárvöntun, það þarf að fjármagna þessar fjárfestingar allar. Handbærafé frá rekstri hrekkur ekki til nema að hluta, þannig að mismunurinn er þá tekin að láni, annars vegar í formi langtíma lána og hins vegar í formi leigusamninga eða leiguskulda sem eru þarna samtals upp á 2,2 milljarða tæplega. Skuldir við lánastofnanir að öðru leyti eru yfirdráttur sem var þá greiddur niður samhliða sem eru þannig 200 milljónir sem eru þannig efst í þeim kafla og svo er það bara greitt af langtíma lánum og leiguskuldum upp á samtals rétt ríflega 500 milljónir. Þannig að fjármögnunarhreyfingarnar samantekið eru þarna 1563 milljónir. Þannig að samantekið þá hækkar handbært fé sveitarfélagsins þegar er búið að taka tillit til allra þessar hreyfinga 116 milljónir. Þið voru með handbært fé í ársbyrjun upp á 213 og eru þar leiðandi með handbært fé upp á tæplega 330 milljónir í árslok 2025. Og ég ætla svo sem ekki að fara djúpt í A-hlutan því að þetta er svona stærstu liðirnir eru þetta bara tengjast A-hlutanum þannig að þið bæði fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingarnar eru að stærstum hluta í A-hlutanum. Þannig að síðan taka bara hér við skýringar sem ég ætla nú svo sem ekki að fara mjög djúpt í því þær eru þetta bara með hefðbundnu sniði og markast af regluverkinu sem að ykkur eru sett varðandi framsetningu ykkar ársreiknings. Það fjallað grundvöll reikningsskilana þar sem tekið tillit til hvaða einingar tengjast raunverulega ykkar samstæðu, gerð grein fyrir því regluverki sem gildir ykkar reikningsskil og svo framvegis og síðan taka við hérna í skýringu 3, ég er hérna á blaðsíðu 10, taka við umfjöllun reikningsskilaferðir og það er bara verið að upplýsta það hvernig farið er með einstaka liði. Síðan taka við bara sundurliðanir og frá og með skýringu 4 er raunverulega bara verið að ganga á rekstrarreikninginn og sundurliða þar og þið sjáu að rekstrartekjurnar eru greindar eftir útsvari, framlögum jöfnunarsjóðs og svo öðrum tekjum. Laun og tengd gjöld eru sundurliðuð, upplýstum fjölda starfsmanna og stöðugilda á ársverka og svo framvegis og fjármagnsliðirnir eru sundurliðanir líka. Síðan færum við okkur yfir efnahagsreikninginn, svo kemur heildarliður rekstur og í skýringu 7 og ég var aðeins að vísa í hana áðan því að þar sjáu þið hvernig málaflokkarnir eru að mynda afkomu sveitarfélagsins og það er þarna aðalsjóður er að mynda 212 milljón króna jákvæða rekstrarniðurstöðu en þegar búið að taka tilliti til eignasjóðs og fráveitu og svo samstarfsverkefna þá er rekstrarniðurstaða 95 milljónir eins og við fórum yfir áðan. Síðan bætast við B-hlutafyrirtækin sem eru þá fráveita, vatnsveita, félagslegar íbúðir og bílastæðasjóður og þannig myndast 92 milljón króna jákvæða rekstrarniðurstaðan sem við horfðum á áðan. Síðan færum við okkur yfir efnahagsreikninginn og það er upplýst sundurliðun eigna í skýringu 8 og í skýringu 8b þarna efst á blaðsíðu 14 eða 16 fyrir gefið þið. Þar sjáum við hvernig fjárfestingar ársins sundurliðast. Annars vegar raun fjárfestingin þarna 25, hvernig fjárfestingar áætlunin með viðaukun var sundurliðuð og svo erum við þá með mismun á milli þessara liða. Og auðvitað taka þessi áform oft breytingum innan ársins og þá eru þá bara skýringar á því bæði tilfærslur á milli liða og svo framvegis. Upplýst fasteignamat og vátryggingaverðmæti og stofnframlög og eignarhlutir í félögum og svo eru þá samstarfsverkefni sem ég nefndi áðan í skýringu 10 og á Suðurlandi eru talsvert mikið samstarfsverkefni.
þannig að þau eru upplýst hér bæði þá ábyrgða hlutin sem hvílir á sveitarfélaginu sem þarna svona bilinu 11 til 14% eftir verkefnum og svo ber ykkur að taka áhrif þessara verkefna inn í ykkar reikningsskil. Og það svona nýjung, það að segja að það hefur ekki alltaf verið þannig gagnvart sveitarfélögunum en þarna og þetta hefur auðvitað talsverð áhrif á ykkar ársreikning, það að segja jákvæð afkoma sem þið takið inn eru þarna 75 milljónir, þið takið 520 milljónir í eignir og 350 milljónir í skuldir inn í ykkar ársreikning. Ég ætla svo mikið að fara kannski mjög djúpt í þessar það sem hér á eftir fylgir en það eru við færum okkur hérna yfir á blaðsíðu 19 eða 20 eða 21 svo fjallað önnur mál og það svona fjallað mál sem í gangi gagnvart sveitarfélaginu og síðan taka við frá og með skýringu 21 lykiltölur bæði fyrir A-hlutann og A- og B-hlutann. Ég ætla aðeins að opna með ykkur á eftir í kynningunni sem ég lét fylgja með ykkur svona lykiltölur þar sem ég seti þetta fram myndrænt og sú framsetning mun svo bara fylgja endurskoðunarskýrslunni þegar ef við gefum hana út við síðar umræðuna. En ef við klárum yfirferðina á ásetningnum þá svo í skýringu 22 sem hérna á blaðsíðu 27 þar ber ykkur að upplýsa fjárhagsáætlunina og þar sjáið þið upphaflega áætlun, samþykkta viðauka og áætlunin eins og þið birtið hana í ásetningnum og markmiðið þá auðvitað að lesandi geti glöggvað sig á því hve mikla breytingar hafa orðið frá upphaflegri áætlun og að þeirri áætlun sem þið birtið. Þannig að þetta raunverulega ásetningurinn og hann þá bara raunverulega lagður fram til umræðu og þá afgreiðslu og afgreiðslan raunverulega felst bara í því og honum vísað til síðar umræðu. Hann getur auðvitað tekið einhverju breytingum á milli umræða, það ekkert óalgengt en þó þannig að það ekkert stórt í því sem við væntum og raunverulega ekkert sem hefur komið fram í okkar vinnu sem kallar á einhverjar breytingar eða lagfæringar en maður hefur alltaf þann fyrirvara á þessu sérstaklega að það auðvitað talsverður tími þar til síðar umræða mun fara fram. Ef þið opnið svo og ég ætla svo sem að ljúka þessu kannski með því að það þarna skjal sem svona kynningaskjal sem ég lét fylgja og það sem við gerum þá raunverulega að gera við erum að setja rauntölur þá síðustu 2 ára, það að segja 2024 og 2025 í samhengi við þær áætlanir sem þið eru raunverulega búin að samþykkja og eru þá í gildi og kannski þá að draga fram bara bæði fjárfestingaráform og svona fjármögnunarþörf og svo framvegis í samhengi við þetta. Og þið sjáið þarna í töflunni sem þarna á blaðsíðu 2 í kynningunni að þarna eru þá rauntölurnar eins og þær koma fram og rekstrarniðurstaðan framdregin og þetta þá bara A- og B-hlutin sem við erum að horfa á og við erum þá líka svolítið að setja þetta í samhengi við fjármálareglurnar en það ágætt að hnykkja á því að fjármálareglurnar sem eru í sveitarstjórnarlögunum þær raunverulega verða ekki settar í samband aftur fyrir vegna ársins 2026. Vegna COVID þá voru þær teknar úr sambandi raunverulega og þær eru raunverulega ekki formlega í gildi þannig að vegna ársins 2025 þá eru raunverulega fjármálareglur eða fjárhagsviðmið þá jöfnunarregla skuldahlutfall og skuldaviðmið ef þær fara yfir viðmið sveitarstjórnarlaganna þá raunverulega hefur það ekkert gildi formlega 2025 en strax 2026 þá eru þær komnar í gildi og þá getur eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga raunverulega farið að beita sér á grundvelli þeirra laga aftur. En þið sjáið að við drögum þetta fram rekstrarniðurstöðuna fyrir miðri mynd og þið sjáið að þetta þessar 92 milljónir sem samstæðan að skila í ákveða rekstrarniðurstöðu vegna 2025 og svo sjáið að þið að gera ráð fyrir að það verði verulegur rekstrarbati strax á þessu ári og að gera ráð fyrir því að rekstrarniðurstaðan verði 500 milljónir jákvæðar samkvæmt áætlunum ykkar 2026 og að afkoman batni svo og verði ríflega 800 milljónir í lok
áætlunartíma. Svo þetta eru bara samþykktu áætlanir ykkar. Og við setjum þetta svo í samhengi og ég nefndi við ykkur að veltu fjár frá rekstri svona lykilstærð í svona okkar yfirferð í þessu og þið sjáuð að hún þarna fyrir miðri mynd og við setjum þá veltu frá rekstri í samhengi við greiðslubyrði skuldbindinga, þar að segja lána og leigusamninga sem sveitarfélag hefur þegar tekist á hendur og þá verður annarkvort greiðsluafgangur eða fjárþörf eftir því hvernig það snýr og þið sjáuð að það eilítil fjárþörf eftir árið 2025, þetta mikið fjárfesting á framkvæmda ár í rekstri sveitarfélagsins og síðan auðvitað ef áætlanir ykkar ganga eftir þá verður ríflegur greiðsluafgangur á þá næstu 4 árum. Hann safnast svo bara upp yfir tíma og nemur þá þarna 2,2 milljörðum ef allt gengur eftir og við setjum hann svo í samhengi við fjárfestingaráætlunin ykkar sem að þið eru búin að leggja út til 4 ára og hún nemur þarna samtals tæpum 3 milljörðum á þessu 4 ára áætlunum tímabili. Og þá mismunurinn raunverulega bara fjárþörf sem verður þá mætt með lántöku. Þannig að það ágætt að setja þetta í samhengi og svo setjum við þarna neðst í þessa töflu fjármálareglunar, þar að segja rekstrarjöfnuðinn samkvæmt stjórnsýslulögunum, hvernig hann mun snúa og þið sjáið að hann bara í lagi fyrir 2025 ef að lögin væri í gildi og svo verður hann í góðu lagi ef áætlanir ykkar ganga eftir. Sama á við skuldaviðmiðið en skuldahlutfallið þarna 156% í árslok 2025 þannig að sveitarfélagið yfir þessu 150% viðmiði vegna ársins 2025. Við tekum aftur fram að það auðvitað með þeim fyrirvara að reglurnar eru ekki í gildi fyrir á þessu ári. Síðan ég þarna bara með til að setja þetta eins myndrænt fram. Þið sjáið að við erum þarna með gröf sem eru þá þróun og áætlun þróun tekna og þið sjáið hvernig tekjuvöxturinn þannig yfir tíma og hvernig framlegðin gert ráð fyrir að framlegðin muni þróast og þið eru auðvitað að gera þarna ráð fyrir miklum talsverðum framleiða bata strax á þessu ári. Við erum svo með hvernig fjárfestingar hafa myndast þarna og hvernig uppsöfnun fjárfestinga þörf kemur það fram og það þessi tæpu 3 milljarðar sem ég nefndi áðan, 2.978 milljónir. Og svo safnast upp þarna afgangur yfir tímabilið og síðan hérna á síðustu 2 glærunum þá erum við með lykiltölurnar þar sem við drögum fram rekstrarjöfnuðinn sem ég nefndi, framlegða hlutfallið og svo eru skuldahlutfall og skuldaviðmið dregin fram þarna á síðustu glærunni. Þannig að þið getið glöggvað ykkur því og þá erum við með rauntölurnar lengst til vinstri og svo erum við með áætlunar árin 4 og þó að skuldahlutfallið sé yfir 150% vegna 2025 þá gert ráð fyrir því að það fari niður fyrir strax á árinu 2026. Þannig engar athugasemdir hvað það varðar af okkar hálfu. Þannig að þetta er bara lagt til fyrir bæjarstjórn bara til kynningar og svo verður þetta bara allt gefið út við síðar umræðu. Annars bara, já, eins og áður segir, þá þetta bara lagt fram til kynningar og ef eitthvað spurningar þá bara tökum við þær saman. Takk hérlega fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Magnús, greinargóð yfirferð. Áður en ég gef orðið laust þá erum við með bókun meirihlutin og hún hljóðar svo. Ársreikningur Hveragilsbæjar fyrir árið 2005 sýnir jákvæða og trausta niðurstöðu. Á kjörtímabilinu hefur rekstur bæjarins tekið verulegum viðsnúningi úr 366 milljóna króna tapi árið 2021 sem síðasta heila rekstrarár fyrra kjörtímabils. Í 169 milljóna hagnað árið 2024 og 93 milljóna króna hagnað árið 2025. Þessi þróun endurspeglar ábyrga fjármálastjórn á kjörtímabilinu og sýnir að reksturinn stendur nú á traustum grunni til áframhaldandi uppbyggingar. Og undir þetta ritar meirihlutinn. En þá gef ég orðið laust. Já, Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, takk hérlega fyrir yfirferðina. Bara ánægjulegt að sjá að
við erum annað árið í röð að skila afgangi á rekstri sem markmið sem við settum okkur upp af kjörtímabilsins og svona til uppreyfunar að síðasta heila rekstrarár á síðasta kjörtímabili, það var 2021 og það skilaði 366 milljónum króna í tapi. 2022 var aðeins skárra en þó tap. Reksturinn var á jöfnu 23 og síðan 169 milljónir króna hagnaður á 24 og svo 93 milljónir króna. Þannig að þetta í raun og veru ekki tímabundin sveifla sem við sáum í fyrra, heldur virðist vera sem að við séum að ná hér stöðuleika í rekstri sem afar ánægjulegt. Og ég kem gjarnan hér upp og sýni mynd. Hér sjáum við stöðuna frá 2019 til 2025 og þið sjáið að það hefur orðið algjör viðsnúningur í rekstri bæjarins og sem gífurlega ánægjulegt og algjör forsenda þess líka að við getum verið í þessari miklu innviða uppbyggingu sem við erum í. Kæra þakka fyrir þetta, Njörður. Jóhanna Ýr, gjörðu svo vel. Já, forseti. Mér langar að koma hérna upp og einmitt þakka Magnús fyrir þessa ágætu yfirferð á ársreikningnum. Það sem ég tek svolítið út úr þessum ársreikningi og maður horfir tilbaka síðustu 4 ár og til þeirra markmiða sem að núverandi meirihluti setti sér í upphafi þessa kjörtímabils, að þá finnst mér þessi ársreikningur akkurat endurspegla það sem að við höfum sett okkur markmið Hér var lagt upp með það að fjárfesta í innviðum, auka þjónustu og bæta upp þá þörf sem var fyrir hendi, bæði í skóla og íþróttamálum sérstaklega. Og það á þeim tíma, á sama tíma og þessar fjárfestingar hafa sér stað, þá ákveðlega ánægjulegt að skila þessari jákvæðu rekstrarniðurstöðu og það hefur líka, það var einnig markmiðið. En ég verð alveg að segja að þetta hefur ekkert alltaf verið auðvelt og það hefur á þessu kjörtímabili verið áskorun og við höfum alveg þurft að hugsa þessi skýru markmið okkar og halda fókus. Þannig að ég ætla ekki að segja að þetta hafi verið auðvelt, þetta búið að vera mikil vinna og þess vegna ákaflega stolt af þessari vinnu. Takk fyrir. Kæra þakka fyrir þetta, Jóhanna. Orðið áfram laust. Og ef enginn hversu hljós, þá ætla ég að bera upp þá tillögu ársreikningunum sé vísa til síðar umræðu þegar ég merkið sem samþykja það og það samþykkt samhljóða. Það aðeins breyting á núna fyrirkomulaginu eins og bæjarfulltrúar hafa eflaust tekið eftir, en við erum að afgreiða fundargerðirnar í heild sinni til umræðu og til staðfestingar, en þeir liðir sem við afgreiðum sérstaklega teknir sérstaklega eftir að öllum fundargerðunum við erum búin að staðfesta fundargerðirnar. Þannig að liður 2 til 9 eru fundargerðirnar í heild sinni og svo koma málin stök síðan í lokin. Þannig að þetta aðeins þess að skýra bara vinnubrögðin og auðveldur okkur að fletta upp málunum og svoleiðis. Þannig að ég ætla svona bara aðeins að fara yfir það. En fyrsta fundargerðin sem förum yfir liður 2 fundargerð Fasteignafélags Hveragerðis EHF frá 11. mars og orðið laust fundargerðina í heild. Enginn hversu hljós og þá legg ég fundargerðina undir fundin til staðfestinga. Það gefa merkið sem staðfesta fundargerðina og hún staðfest. Og þá erum við komin í liður númer 3, fundargerð skólanefndar frá 11. mars og þar orðið laust fundargerðina í heild. Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti. Já, ég sé að dagskrá þessa fundar var 4. liður á dagskránni innleiðing farsældarlaga í Hveragerði staða og næstu skref
og mér finnst bara ánægilegt að sjá þessa, að þessi kynning hafi farið vel fram og að því ég veit að forseti bæjarstjórnar formaður skólanefndar, að þá var alveg gaman að heyra aðeins af þessu, en mér finnst bara ákaflega jákvætt hvað við höfum verið að taka í rauninni næstu skref í þessum málaflokki og var alveg, já, á ég endurtaka spurninguna, þú veist, bara frábært að fá þessa innleiðingu farsældarlaganna, að Elva kom og kynnti þá á fundinum, bara rétt að heyra svona hvernig, að því ég heyra að þetta hefur gengið vel, en gaman að heyra hvernig umræðurnar voru á fundinum. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Jóhanna. Það sem mig langar eiginlega bara svolítið koma inn á í þessu samhengi hefur orðið gríðarleg breyting á öllum bara vinnureglum og öllu utanumhaldi og allri, við erum búin að faglegheitin utan alla vinnuna orðin gríðarlega mikil. Elva kemur inn þarna til þess að kynna innleiðingun á farsældarlögunum og það sem ég get sagt og umræðan á þessum fundi var þá leið að við erum komin mjög framalega í innleiðingafasanum meðan við sveitarfélög á Suðurlandi og það gengur bara ótrúlega vel. Eins og kemur líka svolítið fram í skýrslu niðurstöðu þar sem að Háskólinn gerði úttekt á stoð- og stuðningsþjónustu hjá Hveragerðisbæ og stofnunum okkar, að þá kom það svolítið í ljós að það vantar meiri flæði á milli stofnana. Það vantar meira og bara mjög gott tæki til úrbóta. Það var mjög góð skýrsla, hún var mörg, bara tækifæri til að gera betur en mjög margt mjög gott. Þannig að það var svona einna helst og það kemur svolítið farsældin inn í að við þurfum að tala betur saman milli skólastiga og auðvitað það þannig að þegar við erum búin að taka skólaþjónustuna yfir til okkar frá því við vorum með byggðasamlagi að það þarf svolítið að slípa saman. Og þetta var alveg fullkomin tímasetning til þess að fara í þessa úttekt til að sjá hvernig hefur okkur tekist til. Og þetta bara algjört tæki til fyrir okkur, vinnuplagg fyrir okkur til þess að vinna að og halda áfram uppbyggingunni. Þannig að bara gengur mjög vel og bara, svo sem ekkert meira það að segja. Ég vona, ég hafi svarað því svona í stuttu máli. En ef það ekki fleiri sem kveður sig hljósandi þessum lið, þá ber ég upp fundargerðina til staðfestinga. Undir fundinni gefur merki sem staðfesta og hún staðfest. Og þá erum við komin að fundarlið nr. 4, fundargerð Öldungaráðs frá 18. mars. Orðið laust. Njörður og svo Alda. Alda. Gjörðu svo vel, Alda. Já, forseti, takk fyrir. Mér finnst alltaf ánægjulegt að sjá fundargerð frá Öldungaráðinu og dásamlegt að heyra þeirra sýn og skoðun á hlutunum. Við erum alltaf sérstakt samfélag sem eru samansett af tiltölulega háu hlutfalli eldri borgara, þannig að það er nauðsynlegt að gera vel þar. Hins vegar sá ég að því að það var erindisbréf þarna inn í þessu og ég var svona að hugsa þegar ég las það sem talað að ef maður hefur erindi eða ef að nefndarmenn hafa erindi til þess að senda inn að þá þurfa að senda inn afmark 7 sólarhringum fyrir fund sem þýðir umfram það sem stendur í samþykktunum okkar. Og ég var bara svona að spá í hvort þetta hafi eitthvað verið skoðað eða hvort þessi eitthvað sérstök ástæði fyrir því að þetta sé meira en 4 sólarhringum, meira heldur en hjá öðrum nefndum hjá okkur. Takk. Takk fyrir þessa ábendingu. Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, nokkuð aðeins að koma inn á annan dagskrárlið í fundargerð Öldungaráðs sem starfshópur félags- og þjónustukjarna eldri borgara. Og þetta verkefni sem að meirihlutinn setti af stað með tillögu í bæjarstjórn 9. október síðastliðinn og þar sem að meirihlutinn lagði til að skipaður starfshópur til þess að skoða að
komu félags- og þjónustugjarna eldri borgara. Og þarna á þessum fundi Öldungaráðs þá var verið að kynna lokaskýrslu sem að stendur til að skila núna til bæjarstjórnar í þessum mánuði og við höfum fengið boð á fund í næstu viku þar sem að þetta verður kynnt og þetta ákaflega gott verkefni og þarft og það mjög gott að við séum komin með þetta í þennan farveg og ég hlakka mjög til að fá kynninguna og sjá skýrsluna og það sem að ég hef allavega heyrt utanfrá að hér hafi farið fram mjög góð vinna hjá þessum starfshópi og þetta séu tillögur sem að hægt sé að byggja á. Kæra þakkir fyrir þetta, Njörður. En athugasemdin frá bæjarfulltrúa Öldu bara tekin niður og við skulum bara skoða þetta. Ég ekki með svör fyrir þig núna, en bara kæra þakkir. Ef það ekki fleiri sem vilja hversu ljós hérna undir þessum liða þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar þegar merkið sem staðfesta og hún staðfest. Þá erum við komin í fundargerð bæjarráðs frá 19. mars og þar orðið laust fundargerðina. Og Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti. Já, mér langar aðeins kannski að ræða hérna lið 4, það var heimsókn frá verkefnastjóra úrgangsmála hjá SAS. Hann Árni Magnússon ný starfsmaður þeirra og við fengum kynningu, hann reyndar bara nýtekinn til starfa en hann að hitta sveitarfélögin á Suðurlandi og að taka þessi mál alveg í gegn og ég held að þetta sé alveg, það alveg sóknarfæri hjá okkur í þessum málaflokki. Séu frambjóðendur í salnum en þetta eitthvað sem ég held við getum alveg virkilega skoðað og það var bara ánægilegt að fá þessa kynningu frá honum Árna og hann var líka komin bara til þess að hlusta og það var allan ákveðið á þessum fundi að það yrði komið á nánara samtali starfsmanna bæjarins og hans til þess að svona dýpka þessi mál og innan þennan komu líka Jón Friðrik, sviðsstjóri tækni og umhverfissviðs og Höskuldur Þorbrandsson, umhverfisfulltrúi. Þannig að nú bara málið komið í farveg að fylgja þessu eftir. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta, Jóhanna. Það eru fleiri sem vilja hversu ljós. Já, alltaf gjörðu svo vel. Já, forseti, takk. Ég heyrði nú í Friðrik aðeins og hann sagði mér að það hefði verið umræða í morgun á fundum bílastæðasjóðinn eða bílastæðamálinn upp í Reykjadal. En mér langaði svona aðeins að heyra hvernig framgangur væri því að nú veit ég að það allt í vinnslu og á að opna í júní. Og mér langaði svona að heyra hvernig væri staðan. Takk. Já, sko, takk fyrir þetta. Kannski Pétur komið upp á eftir það ef við skiljum rétt þá var þetta ekki til umræða á 19. mars fundinum. Það liður 6? Já, fyrirgefðu. Já, kannski Pétur, gjörðu svo vel, afsakið. Mér fannst þú segja fundum í morgun. Já, ég vissi að tala um Já. Ég skil. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Það rétt að það stendur til að taka lónið opna lónið. Núna, það kannski ekki mitt beint að opna beint af dagsetningarnar en það bara verkgangurinn og framkvæmdagangurinn mjög góður. Þannig að við getum farið að sjá það núna bara snemmsumars opnun í lónu sem okkur öllum mikið gleðiefni. Við eigum eftir að finna út úr bílastæðamálum þarna upp frá eins og við þekkjum að þá var það sá liður ófrágenginn í uppbyggingarsamninginum og svona hún var svolítið bara vikið áfram til frekari úrvinnslu og ég gerir ráð fyrir því að það komi drög að einhverjum samningum núna inn í næstu bæjarráð og það svona stefnan á að reyna að klára þetta fyrir kosningar en allra nauðsynlegt held ég að sé að það sé komin einhver mynd á þetta áður en að lónið
hefur starfsemi. Þannig að, en það er bara að mínu viti góð gangur á þessu, þannig að nú þurfa bara aðilar svolítið að ná saman þetta. Kæra þakki fyrir þetta, Pétur. Eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar þegar ég merki sem staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá erum við komin á fundarlið nr. 6, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 24. mars. Orðið laust fundargerðina í heild sinni. Ekki hvað þessi ljós, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingu, gefa merki sem staðfesta og hún er staðfest samhljóða. Þá er það liður nr. 7, fundargerð samráðshóps málefni fatlaðs fólks frá 25. mars. Orðið laust fundargerðina í heild. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Mér langaði bara því ég fékk að setja hennan fund hjá samráðshópnum. Langaði mig bara að segja ykkur aðeins frá því svona hvað var farið þarna yfir og hvað það er gríðarlega gott að sjá þennan vettvang sem að við höfum komið á fót fyrir umræðu notenda þessara þjónustu, hvað hann er orðinn öflugur. Og þau hafa verið mjög virkið að fá inn á fundi til sín aðila sem að við erum í samstarfi við, bæði innan Bergrisans og sömuleiðis eins og á þessum fundi þá voru fengnir aðilar frá Vinnumálastofnun vegna atvinnumála fólks með skerta starfsgetu og svo hafa þau verið að fá inn í bara samtal og samstarf fleiri aðila til þess að átta sig betur á málaflokknum og svona þessari skörun hans við svona önnur svið. Og þetta hefur verið bara gríðarlega gagnlegt og gott og maður sér einhvern veginn á hverjum fundi að það verða til tengingar og samtöl og svona kannski beinni samskiptaleiðir og auðveldari samskiptaleiðir bæði fyrir starfsfólk bæjarins og þá sem að starfa að málefnum þessara notenda hér hjá Hveragerðisbæ á öðrum vettvangi og þetta bara gengur mjög vel og mjög gleðilegt að sjá. Við erum með hér til umræðu framlög til úrbóta og aðgengismálum og það var mjög gott að fá einmitt inn fulltrúa þar frá bænum sjálfum, þar sem við vorum með fasteignafulltrúa, við vorum með umhverfisfulltrúa, þar sem að þeir gætu farið aðeins yfir þessi mál og gott að fá innsýnin á frá í rauninni notendunum sjálfum þarna á þessum vettvangi og svona öðruvísi sýn. Þannig að ég langaði bara að fagna þessu og já, takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, þannig. Alda, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér varst gleðilegt að lesa að það hefur verið að ræða aðgengismál og ég fór sérstaklega að hugsa þegar ég las þann texta hvort að það hafi einhvern tímann verið hugsað síðan að þessi hópur var settur saman að hann myndi kannski taka út aðgengi að stofnunum bæjarins og lagfæra sérstaklega þar og nú á að reisa nýtt íþróttahús og aðgengismál þar og svo framvegis, hvort að það hefur eitthvað verið hugsað að nýta krafta þessa hóps til þeirra starfa. Takk. Takk fyrir þetta, Alda. Dagný, gjörðu svo vel. Forseti. Já, þetta er einmitt eitt af því sem var farið yfir þarna á fundinum og það var samþykkti fundinum að leggja til í bæjarstjórn að bæjarstjórn samþykkja að fela aðgengisfulltrúa að framkvæma úttekt á aðgengismálum innan bæjarfélagsins í samráði við hagsmunaaðila. Og þar erum við að hugsa þá einstaklingar sem að raunverulega eru í þeirri stöðu að svona þessi skerðing þeirra takmarki þeirra svona tækifæri til þess að nálgast þjónustuna og byggingarnar sem við erum með hér. Og þeir sem að sitja til dæmis í ráðinu í dag, að þeir eru kannski ekki svona besta birtingamyndin af því en það var rætt til dæmis að fá aðgengisfulltrúan til þess að hafa í rauninni samband við til dæmis Birkimörk þar sem að við erum með einstaklinga sem að glíma við
bara hreyfihömlun og eru í hjólastól og fleira og svo sömuleiðis rætt leiðir til þess að bæta aðgengi fyrir þá sem eru sjónskertir og heyrnarskertir og það var ákveðið að bara bóka almenna tillögu á þessu leyti þannig að það sé lagt til að fela aðgengisfulltrúa að framkvæma úttekt á aðgengismálum innan bæjarfélagsins í samráði við hagsmunaaðila og það sé þá á þessari breidd. Þannig að það sé verið að fá alla þessa aðila að borðinu í þessari vinnu. Af því að fyrir okkur þá kannski kantur sem að virðist ekki vera neitt tiltökumál að komast yfir í hjólastól, hann það bara með stórkostlegum hætti. Þannig að við getum ekki gert okkur grein fyrir þessu nema við stöndum í þessum sporum og það dálítið uppleggið þarna að við fáum þá sem að raunverulega standa í þessum sporum til þess að hjálpa okkur aðeins átta okkur betur á stöðunni. Sérstaklega stofnanirnar hjá bænum. Já, þær eru undir þarna. Kærar þakkir fyrir þetta Dagný Njörður. Forseti, mér langar að koma inn á þriðja dagskrárlið á þessum fundi sem bréf frá Brynju leigufélagi frá 7. mars þar sem að leigufélagið hefur hug á að fjárfesta í 3 íbúðum í Hveragerði og fer fram á stofnframlag það. Og samráðshópur málefni fatlaðs fólks hafði áður brýnt og hvatt bæjarstjórn að huga að þessum málum og svo kemur þetta erindi í kjölfari frá Brynju leigufélagi sem sýnir ágætlega akkurat þörfina og tilgang þessa samráðshóps og mikilvægi að hann horfir á og leggur til hvað má bæta í hópum í þörfum og hvað þarf að gera í málefni fatlaðs fólks. Og hér komið ákaflega gott mál og ég ákaflega ánægður að sjá að þetta núna komið á þennan stað og að Brynja sé að fjölga íbúðum með aðgengi fyrir fatlað fólk hér hjá Hveragerðisbæ. Og það passa mjög vel inn í húsnæðisáætlun þessa meirihluta sem hefur lagt áherslu á að hafa fjölbreytt búsetuúrræði hér í bæ. Kærar þakkir fyrir þetta Njörður. Eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég fundargerðina undir fundinn til staðfestingar, merkið sem staðfesta og fundargerðin staðfest samhliða. Þá fundargerð aðalskipulagsnefndar vegna funda 10. og 25. mars 2006 og orðið laust. Já, Alda víkur að fundi klukkan 17:53. Orðið laust undir þessum lið. Engin kveðsljós. Og þá ber ég fundargerðina undir fundinn til staðfestingar. Ég merkir sem staðfesta fundargerðina og það staðfest með 6 atkvæðum. Og þá ætla ég bara að bjóða Öldu að koma aftur inn til næsta lið. Já. Við erum ekki afgreiðan, við erum bara að afgreiða fundargerðina. Já. Já. Eftir 10. lið. Já, Alda víkur áfram að fundi, hún kom ekki inn. En við erum þá komin í fundarlið nr. 9, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 31. mars og þar orðið laust fundargerðina í heild sinni. Og engin kveðsljós, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar, merkið sem staðfesta og það staðfest. Þá liður nr. 10 aðalskipulag Hveragerðisbæjar 2005 til 2037. En bæjarstjórn samþykkti þann 8. janúar 2006 að auglýsa tillögu að nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar fyrir árin 2025 til 2037 í samræmi við 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og lauk athugasemdafresti þann 1. mars síðastliðinn. Tillagan hér því borin upp undir bæjarstjórn núna
að nýju, samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og orðið laust þennan fundalið. Enginn kveðið sér hljóðs. Já, Halldór? Forseti, ég langar aðeins að vekja athygli á að þegar umræðan hefur verið þrengingu Breiðamarkar og bílastæðin, að þá ef maður rýnir samgöngustefnuna, að þá kemur í ljós náttúrulega að þetta sé mikil bílabær en aðrir ferðamátar eru ekki mikið notaðir í Hveragerði og það í stefnunni sem sagt ferðamáti gangandi og hjólandi í Hveragerði mælist 4%, á móti á Selfossi bara í Árborg póstnúmer 800 eru 23%. Í samgöngustefnunni er verið að tala að lyfta þessu upp í 30% 2029 og með breiðumörkin breytingar á henni falla vel undir það með hjólastíga og ýta undir gangandi vegfarendur og reiðhjól og þurfum að gera síðan bara meiri því í framhaldinu í hverfunum. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Halldór. Dagný, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Meirihlutinn vill leggja fram bókun undir þessum lið og hún er svo hljóðandi. Meirihluti bæjarstjórnar lýsir ánægju með það á fundi þessum leggja fyrir tillaga nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar til samþykktar. Tillagan er í samræmi við metnaðarfulla stefnu bæjarins með áherslu á blómstrandi atvinnulíf og að heilsa og veljaðan íbúa sé í forgrunni. Á kjörtímabilinu hefur unnin mikil og fagleg vinna við endurskoðun aðalskipulagsins þar sem samráð og samtal við íbúa og atvinnureigendur hefur haft að leiðarljósi. Aðalskipulagsnefnd skipuð bæði fagfólki og kjörnum fulltrúum hefur haldið utan um vinnuna ásamt skipulagsfulltrúa bæjarins. Það samstarf hefur skilað góðri og vandari stefnu hvernig Hveragerði mun byggjast upp í náinni framtíð. Nýtt aðalskipulag Hveragerðisbæjar grundvallar að halda sig vel og faglega utan um bæ og mikillir siglingu og tryggt sé að byggðaforrista, lífsgæði og blómlegur vöxtur séu einkenni Hveragerðisbæjar ókomna tíð. Jafnframt að varðveitt sé sjónræn og menningarleg samfélag í bæjarmyndinni og undirstrikar sérstæða Hveragerði sem bæjar sem hefur byggst upp í nánum tengslum við jarðhita og ylrækt og undir þetta rita fulltrúar meirihlutans. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, Dagný. Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar D-listans ætla að greiða atkvæði á móti tillögunni að aðalskipulagi með eftirfarandi bókun. Fulltrúar D-listans hafa ítrekað komið á framfæri athugasemdum við bæði ferlið og innihald aðalskipulagsins án þess að tekið hafi verið mark á þeim. Það sama við fjölmargar athugasemdir íbúa en líklega hafa aldrei fleiri umsagnir borist við aðalskipulag bæjarins. Þrátt fyrir það hefur ekki verið tekið mark á þeim í vinnunni. Þetta sýnir skýrt að hvorki ríkir samstæðina bæjarstjórnar né meðal íbúa Hveragerðisbæjar aðalskipulagið. Ferlið hefur ekki skilað þeirri sátt sem æskileg við mótun svo mikilvægar framtíðarsýnar. Með hliðsjón af framangreindu telja fulltrúar D-listans ekki forsendur til að samþykkja aðalskipulagið í núverandi mynd. Kærar þakkir fyrir þetta. Við ætlum að taka fundarhlé klukkan 5:58.
Þá hefjum við aftur fund klukkan 18:21 og ég ætla að gefa Nirði orðið. Gjörðu svo vel, Nirður. Forseti, hér erum við að afgreiða aðalskipulag sem hefur verið unnið á þessu kjörtímabili og líklega hefur aldrei verið eins mikið samráð í gerð slíks skipulags hér í bæ áður. Og ég nefni þetta vegna þess að hér kom í bókun Sjálfstæðisflokksins kom fram eins og það væri vont að kæmu margar athugasemdir, en þegar málin eru vel kynnt og allir hafa tök á því að kynna sér hvað í gangi og allir hafa tök á því að koma með athugasemdir, að þá virkar lýðræðið best. Og það gott að fá athugasemdir. Og í þessu samhengi má minna á að í einræði samfélögum að þá hafa íbúar ekki rödd. Ég ekki að líka þér við einræðisherra eða Sjálfstæðisflokknum, en ég bara nefna þetta. Nei, þetta ekki rugl. Þannig það. Og það lýðræðislegt að fá athugasemdir og það lýðræðislegt að vinna úr þeim. Og það ekki sama sem merki á milli þess að sé ágreiningur að það komi margar athugasemdir. Það gott fyrir lýðræðið. Og ég held að hérna hljóta að vera einhverjum misskilningur í gangi á Sjálfstæðisflokknum. Við vorum að ræða þetta á það, hlýtur bara að vera. Eða þá að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki kynnt sér gögnin sem eru fyrirliggjandi. Það mjög stutt minnisblað frá skipulagsfulltrúa í fundagögnunum. Það sem farið yfir þær breytingar sem hafa orðið á skipulaginu að teknu tilliti til athugasemda og hvernig málið hefur verið unnið. Það minnisblaði bara 2 blaðsíður. Það ekki langt. Svo reyndar skjal með svörum við athugasemdum. Það að vísu 25 blaðsíður að lengd. En það líka skylda og ábyrgð bæjarfulltrúa að kynna sér gögn fyrir fund. Sérstaklega þegar þeir leggja fram slíka bókanir. Ég vil líka nefna hér sem hefur áður komið fram í umræðum aðalskipulagið. Að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki bókað í fundagerðum athugasemdir ekki sem hlusta á þeirra athugasemdir. En hefur ítrekað vísað í að það sé ómögulegt, allt sé ómögulegt í þessu skipulagi, án þess að geta vísa nákvæmlega á hvað það Og ég hef áður kallað eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn vísi á það. Svo gefum bókun núna, það sem aftur farið almennum athugasemdum að þetta sé ekki góð vinna. Án þess að vísa í nokkuð. Og án þess að vísa í nokkuð í aðalskipulaginu sem að gert athugasemdir og ég veit að það erfitt að gera það. Þannig að, já, hér gott skipulag, mjög mikil vinna farið í það, lýðræðisleg vinna, mjög margir haft aðkomu að því, íbúum og atvinnurekendum hefur kynnt skipulagið mjög vel, þannig að hér góð vinna og ég veit að starfsfólk bæjarins sem hefur unnið við það, veit það vel og þetta eru svolítið kaldar kveðjur til þeirra líka. Takk fyrir þetta, Nirður. Dagný, gjörðu svo vel. Forseti. Mér langar bara að taka undir með Nirði það að mjög jákvætt að sjá að við séum að fá mjög virka þáttöku í þessu aðalskipulagsferli með skilum og athugasemdum. Og ég hef setið á fundi hjá aðalskipulagsnefndinni sem skipuð bæði fulltrúum, kjörunarfulltrúa og síðan fagaðala og starfsmanna bæjarins. Og það hefur verið bara ofboðslega mikið samtal og góðar umræður sem hafa átt sér stað þar þessi efnislegu atriði sem hafa komið inn athugasemdir og í flestum tilvikum þá hefur þetta raunar verið eitthvað sem við höfum getað brugðist við með því að skýra betur þau atriði sem athugasemdirnar lúta að í gildandi tillögu sem liggur fyrir fundinum. Þannig að það sem maður dregur kannski dálítið frá þessari vinnu að ef eitthvað hefur verið sem hefur verið gert athugasemdir við, þá það ekki
efnislegt í skipulaginu heldur meira ábending til okkar það að við þurfum að skýra ákveðin atriði betur og við því höfum við brugðist og í takti það tekið fram í þessu minnisblaði sem að liggur fyrir fundinum frá skipulagsfulltrúanum að þær breytingar sem að gerðar séu á skipulaginu þær kalla ekki á endurauglýsingu, þær eru ekki stórkostlegar, þær séu flestum tilvikum frekar útskýringar eða viðbótar grunnupplýsingar og svo samantekt á þeim sérstöku atriðum sem að hafa tekið breytingum sem eru þó það smávægilega ekki sér talin þarf á endurauglýsingu með 9 athugasemdafresti. Og þetta allt saman eitthvað sem hefur verið farið mjög vel yfir í þessum aðalskipulagsnefndarfundum eða á þeim og þar situr fulltrúi minnihlutans líka og það hefði bara verið mjög gagnlegt verði að segja að fá athugasemdir við að það væri ekki verið að bregðast nægilega vel við þessum athugasemdum þar og ég sat þessa fundi og það kom ekki þar fram. Að þessu sögðu þá langar mig bara að óska Hveragerði og Hvergerðingum til hamingjum með glæsilegt nýtt skipulag og bara þau tækifæri sem í því félagsstjóri Hveragerðisbæ ekki bara í því hvernig við erum að afmarka í rauninni þessi svæði hér innan bæjar til uppbyggingar heldur líka bara tólin sem að þetta gefur okkar starfsfólki og okkur sem kjörnum fulltrúum í að bara taka öruggari skref í átt að bara mikilli og góðri uppbyggingu hér í Hveragerði og sem að skilar bænum líka auknum tekjum til þess að byggja undir þessa innviði sem að þurfa auðvitað að haldast í hendur við íbúafjölgunina hér í bæ. Þannig að við viljum bóka hér meirihlutinn svo hljóðandi bókun til viðbótar við þá fyrri sem að lesin upp áðan. Meirihluti bæjarstjórnar fagnar því að rík þátttaka almennings hafi átt sér stað með því samtal og samráði sem boðið er upp á í aðalskipulagsferlinu með skilum og athugasemdum. Allegar athugasemdir hafa verið yfirfarnar, þeim efnislega svarað og eftir atvikum brugðist við þeim með breytingum á aðalskipulaginu. Meirihluti bæjarstjórnar hvetur fulltrúa minnihlutans til að kynna sér nánar fyrirliggjandi gögn hið nýja aðalskipulag og þær breytingar sem hafa orðið á því að teknu tilliti til athugasemdana. Í minnisblaði skipulagsfulltrúa sem liggur fyrir fundinum kemur samantekt breytingarna skýrlega fram. Meirihlutinn vill aftur undirstrika þá miklu og faglegu vinnu starfsmanna bæjarins, kjörinna fulltrúa og fagaðila við undirbúning breytts aðalskipulags í ríku samráði og samtali við íbúa og atvinnurekendur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Dagný og þá það Friðrik Gjörsvel. Forseti, ég á þetta ekki til orð yfir þessi orð sem meirihlutin að láta hér falla í garð okkar í minnihlutans eins og við höfum ekki kynnt okkur gögnin sem liggja hér fyrir og þetta aðalskipulag. Það maður bara á ekki til orð og því líkir út úr snúningar hjá bæjarfulltrúa nyrði á bókun okkar D-listanum að sjálfstæðisflokkurinn þar sem hann svona undir rós lýsir því yfir að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með einhverja einræðistilburði og í gegnum tíðina. Bara þetta alveg galið að sitja hérna undir þessu orðum yfir þessu máli. Fólki og íbúum í Hveragerði hefur alltaf gefist kostur á því að tjá sig aðalskipulag bæjarins þegar þau hafa verið unnin. Það ekkert nýtt. Og að halda því síðan hér fram að við séum, maður algjörlega hlessa yfir þessu. Hér sagt að við höfum ekki komið neinum ábendingum á framfæri og ekki verið að taka þátt í þessari vinnu, ekki orðað þannig kannski, en ég vísa bara í það á fundi bæjarstjórnar í september í fyrra, þá komum við með athugasemdir við þetta og við höfum komið með athugasemdir á fundi með öllum þessum sérfræðingum á Hótel Örk meðal annars sem var haldinn þar. Á Frost og Funa í upphafi þessa ferlis þá lögðum við það fram að hér yrði unnið skipulag þar sem væri horft til sérstöðu Hveragerðisbæjar með lágreista byggð eins og verið hefur og svo vorum við aftur með bókun á janúarfundinum varðandi aðalskipulagið. Fulltrúar okkar hafa sitið þessa aðalskipulagsnefnda fundi og þar hafa þau komið á framfæri einnig skoðunum okkar.
Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að draga þessu orð ykkar tilbaka varðandi það að við höfum ekki kynnt okkur þessi mál. Auðvitað höfum kynnt okkur þetta og lesið athugasemdir íbúa og ég bara ætla ekki að taka þátt í þessari umræðu frekar. Takk fyrir þetta, Friðrik. Dagný Gjörsvel. Takk fyrir, forseti. Ég vildi bara taka aðeins hér til orðs þau atriði sem að bæjarfulltrúi Friðrik benti á varðandi þar sem að ég hafði hér fram að færa í mínum athugasemdum áðan. Þar vísa ég til þess að það hefðu ekki komið fram athugasemdir á þessum fundum hjá aðalskipulagsnefndinni frá fulltrúa sjálfstæðismanna þess efnis að það væri ekki verið að taka nægilega mið af fyrirliggjandi athugasemdum íbúa. Af því það er það sem er fjallað í bókunin ykkar. Þar segir það sama við fjölmargar athugasemdir íbúa en líklega hafa aldrei fleiri umsagnir borist við aðalskipulag bæjarins þrátt fyrir það hefur ekki verið tekið mark á þeim í vinnunni. En það er bara einfaldlega ekki rétt. Og það hafa svo sannarlega ekki komið fram athugasemdir að svo sé ekki í þeirri vinnu sem að fulltrúi sjálfstæðisflokksins í Hveragerði hefur komið að í þessari aðalskipulagsnefnd. Og það er auðvitað vettvangurinn til þess að ná fram slíkum breytingum ef að talin er þörf á. Þannig að mér langar bara að hvetja til þess að nýta þann vettvang þar sem að það raunverulega getur komið málinum til leiðar sem að hefði verið í þeirri nefnd ef að svo hefði verið. En að öðru leyti þá vil ég kannski bara segja kannski mína skoðun á því að það hafi verið langt frá því að það hafi verið í að því að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með einhverja einræðistilburði í framsögu bæjarfulltrúa Njarðar. Mun fremur hafi þar verið bara undirstrikað að lýðræðið er svo sannarlega mikilvægt og að við séum sammála því og að við séum því fagnandi að það hafi borist margar athugasemdir af því að svo sannarlega mikilvægt að íbúar hafi rödd. En í engu var þar vikið einhverjum samanburði við einhverja stjórnarhætti sjálfstæðismanna í Hveragerði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Njörður Gjörsvel. Forseti. Bæjarfulltrúi Dagný kjarnaði þetta mál hérna óskaplega vel hvað við erum að ræða hér. Sem hún benti réttilega á að ekki væri rétt haft eftir í bókun Sjálfstæðisflokksins. Og það er ástæðan fyrir því að við héldum einfaldlega að hér væri bara misskilningur á ferð hjá Sjálfstæðisflokknum varðandi aðalskipulagið eða Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki kynnt sér gögnin. Og hér hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa Friðriks að þau hafi kynnt sér gögnin. Þannig að hér hlýtur þá að vera eftir misskilningur. Ég ætla ekki að halda því fram og vil það ekki og trúi því ekki að hér sé verið að reyna að marka sér einhverja stöðu fyrir kosningarnar. Ég held ekki. Þannig að hér hlýtur þá bara að vera misskilningur eftir hjá Sjálfstæðisflokknum þetta eins og bæjarfulltrúi Dagný benti svo réttilega og vel hér á. Og það er heldur ekki að vera að gera lítið úr því sem hefur verið unnið áður í gegnum í aðalskipulagi. Það er bara alls ekki. Og það er alveg rétt að þegar verið er að vinna aðalskipulag og deiliskipulag í sveitarfélaginu eins og annar staðar að þá fer auðvitað alltaf lögbundið samráð af stað. Og það hefur verið áður og ekki verið að gera lítið úr því. Það sem við erum að benda á hér, að hér hefur verið meira samráð heldur en í sambærilegu málum áður. Og það skila sér auðvitað þá betur til íbúanna sem að þá mjög líklega skila sér í fleiri athugasemdum inn. En þess að fleiri hafa kynnt sér málin og þetta vekur áhuga á fleirum. Og það er það sem að ég nefndi hér þegar ég sagði að í einræðis samfélögum hafa íbúar ekki rödd. Og það sem ég átti við er að þar sem er mikið lýðræði, þá hafa þeir röddina. Og það leiðir af sér að þeir reyna að hafa áhrif á mál. Og í aðalskipulagsgerð, að þá er leiðin til þess að hafa áhrif á mál, það er að senda inn athugasemdir. Það er það sem ég átti við. Þannig að hér er enginn að saka einn eða tala undir rós
einhverja tiltekna stjórnartilburði hjá Sjálfstæðisflokknum. Bara alls ekki. Heldur að setja þetta í samhengi við mikið lýðræði, skila sér í fleiri athugasemdum. Kærar þakkir fyrir þetta, Njörður. Eru fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég hérna fram tillögum að bæjarstjórn samþykkist tillögu að svörun við umsögnum og athugasemdum og svörun feli í sér afstöðu bæjarstjórnar til athugasemda og umsagna. Einnig að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2025 til 2037 með þeim óverulegum breytingum sem gerðar hafa verið frá því að tillagan var auglýst og þau gefa merki þess að samþykki þetta. Þeir sem eru á móti og Sjálfstæðisflokkur bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins er á móti, D-listans er á móti og meirihlutinn samþykkir. Þá erum við komin, þá kannski bara bjóðum við bæjarfulltrúa Öldu inn aftur, 1837. Og þá erum við komin að lið nr. 11, Mýrasel 9, umsagnarbeiðni við nýtt deiliskipulag. En málið var tekið fyrir á skipulags- og umhverfisnefnd þann 24. mars 2006 þar sem nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja umsögn skipulagsfulltrúa deiliskipulagsbreytingu lóðarinnar við Mýrasel 9 dagsett 20. mars 2026 sem umsögn Hveragerðisbæjar og senda inn á málið í skipulagsgátt. Orðið laust þannig fundarleið? Engin hversu hljós, þá ber ég tillögum að bæjarstjórn samþykkja umsögn skipulagsfulltrúa deiliskipulagsbreytingu lóðarinnar við Mýrasel 9 dagsett 20. mars 2026 sem umsögn Hveragerðisbæjar. Þau gefa merki sem samþykkja þetta og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komið liðið nr. 12, göngustígur við Heiðbrún 1, aðgengismál. En þetta mál var tekið fyrir á skipulags- og umhverfisnefnd þann 24. mars 2026 þar sem nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja úrbætur á gangstétt við Heiðbrún 1 í samræmi við tillögu ráðgjafa VFSB. En sú tillaga felur í sér þrengingu á götu, óbrotin göngustíg, hraðahindrun og gangbraut. Orðið laust þennan lið? Ekki hversu hljós, þá ber ég upp sá tillögum að bæjarstjórn samþykkja tillögu skipulags- og umhverfisnefndar að samþykkja úrbætur á gangstétt við Heiðbrún 1 í samræmi við tillögur í skýrslu VFSB sem felur í sér þrengingu á götu, óbrotin göngustíg, hraðahindrun og gangbraut. Þau gefa merki sem samþykkja þetta og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið nr. 13 og bæjarfulltrúa Alda víkur af fundi klukkan 18:39. Og það er liðið nr. 13 eins og áður sagði Heiðmörk 30-36 grundreitur nýtt deiliskipulag. En þetta mál var tekið fyrir hjá skipulags- og umhverfisnefnd þann 31. mars 2026 þar sem nefndin lagði til við bæjarstjórn að samþykkja auglýsingu deiliskipulag grundreitar samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að teknu tilliti til athugasemda sem fram koma í minnisblaði nefndarinnar frá 31. mars. En nefndin lagði einnig til að haldin yrði opinn íbúafundur samhliða auglýstum athugasemdafresti og gatnahönnun nágrennis taki mið af breyttum aðstæðum með tilliti til yfirsýnar og flæðis. Og ég ætla að gefa Pétur orðið. Gjörðu svo vel, Pétur. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Ég ætla rétt að fylgja þessu máli eftir og hnykkja kannski örlítið á því sem er að taka við eftir afgreiðslu bæjarstjórnar. Eins og forseti kom inn á að þá boðum við strax til íbúafundar sem verður 22. apríl hérna í grunnskólanum klukkan 17 þar sem við ætlum að fara nákvæmlega í gegnum lýsinguna á deiliskipulaginu og hvernig það er að leggjast út núna eftir mikla vinnu. Þetta mál má segja að sé rúmlega ársgamalt frá því að fyrstu hugmyndir komu þeirra aðila sem að standa að bakvið þennan uppbyggingu á þessum reit og málið hefur tekið miklum breytingum þennan tíma og þess vegna er mikilvægt að koma og kynna sér svolítið
hvað ræðir og svo náttúrulega deiluskipulagið í auglýsingu og þar mikilvægt að koma fram athugasemdum ef einhverjar eru. En hvað erum við að ræða svona í grunninn? Við erum náttúrulega að ræða uppbyggingu á byggð þar sem að við erum líka dálítið að læra af öðrum reitum og hvaða reynslu við höfum af þessum reitum, bílastæðaviðmið, þéttleika og hvernig bara þessi reitir hafa tekið sig í reynslu. Þannig og ég tel að þetta deiliskipulag nái bara vel utan það, passi upp á hagsmuni og einhverju leyti má segja þau gæði sem að nágrannabyggðin hefur og við viljum ekki ganga freklega á. Þannig að öllu þessu tilteknu að þá þetta deiliskipulag núna auglýst eftir þennan fund og þá bara næsta skref að koma saman sem eitt og kynna okkur málið og taka samtalið deiliskipulagið á fundi 20. apríl klukkan 17. Ég ætla ekki að hafa þetta miklu lengra að sinni en ég bara hvet alla til þess að koma og kynna sér málið. Þetta gott mál að mínu viti. Kæra þakki fyrir þetta, Pétur. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, þá ber ég hér upp tillögu að bæta samþykkja og auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir heimörk 30-36 samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og fela bæjarstjóra að boða íbúafund sem verður 22. apríl í grunnskólanum í Hveragerði. Og ég legg þetta undir fundi til samþykktar þegar gefur merki sem samþykkja og það samþykkt samhljóða. Þá býð ég þér aftur að koma til okkar klukkan 18:43. Þá erum við komin að 14. lið, tillaga frá okkar Hveragerði og Framsóknar varðveislu gróðurhúsa arfleifðar, sem eftirfarandi. Okkar Hveragerði og Framsóknar Hveragerði sem sammynda meirihluta bæjarstjórnar leggja fram tillögu stofnun hóps sem faglega að vinna stefnu varðveislu sögu og ásýndar gróðurhúsa arfleifðar í Hveragerðisbæ. Meirihlutin felur bæjarstjóra að gera tillögu að skipan hópsins og koma með inn í bæjar á þann 16. apríl. Og með þessu fylgir greinargerð. Saga gróðurhúsa í Hveragerðisbæ samofin atvinnu og byggðasögu Hveragerðisbæjar. Í nýju aðalskipulagi Hveragerðisbæjar þó nokkrar breytingar á landnýtingu lóða sem áður geymdu gróðurhús. Það mikilvægt að gæta sögu og ásýnd gróðurhúsa arfleifðar Hveragerði sem skipa mikilvægan sess í sögu bæjarins í stefnu sem bæjar vil fylgja eftir og gæta að í þeirri miklu uppbyggingu sem horfir við bænum í framtíðinni. Og undir þetta ritar meirihlutinn. En orðið laust þennan lið? Njörður, gjörðu svo vel. Forseti, hér komin tillaga að gera stefnu þessa arfleifð bæjarins og hvernig við viljum sjá að hún birtist í bæjarmyndinni til framtíðar. Og við höfum nokkur sinnum á síðustu kjörtímabilum rætt garðyrkjustöðvar og gróðurhúsin og þessa byggingararfleifð hér í bæjarstjórn. Og eins og við þekkjum auðvitað öll að þá eru gróðurhúsin og hafa frá upphafi byggðar verið eitt helsta einkenni byggðarinnar hér í bæ. Og þegar mest var þá voru það bil 40 garðyrkjustöðvar í Hveragerði og 50.000 fermetrar af gróðurhúsum. Í byrjun þess árs þá eru gróðurhúsin núna það bil 27.000 fermetrar. Þannig að þeim hefur fækkað verulega frá því að þau voru flest, eða 46%. Og þaraf hefur fækkunin verið 20% frá árinu 2006. Nú, ef deiliskipulag fyrir grundarreit, sem við vorum að afgreiða áðan og það ákveðið að öll gróðurhúsin á þeim reit hverfi, að þá hverfa 4.200 fermetrar gróðurhúsum í viðbót, sem getur dregið frá þessum 27.000 fermetrar sem eru eftir. Og það ljóst að framundan nokkuð breyting á landnýtingu, þar sem nú standa garðyrkjustöðvar og gróðurhús, og því ljóst að þetta einkenni Hveragerðis mun
minnka enn frekar á komandi misserum. Og í nýju aðalskipulagi sem að meirihlutinn afgreiddi hér áðan, að þá er þessi staða ávörpuð og með þessari tillögu þá viljum við undirstrika enn frekar mikilvægi þess að við hugum að þessari byggingararfleifð. Og í þessu samhengi langar mig að segja aðeins frá reynslu Dana í að varðveita byggingararfleifð og andrúmsloft liðinna tíma í endurhönnun á gömlum hverfum og húsum. Ég var svo heppinn að ég sótti Evrópufund í Kaupmannahöfn á síðasta ári og þar fékk ég kynningu frá prófessor í arkitektursögu við Konunglegu dönsku akademíunni. Og hann kynnti fyrir okkur hvernig Danir hafa nálgast enduruppbyggingu inni í byggð. Oft eldri og gamalli byggð þar sem að sú starfsemi var áður hefur vikið og af einhverjum ástæðum. Og í máli hans kom fram að 65% af þeim verkefnum sem danskir arkitektar eru að fást við eru eldri byggingar og eldri hverfi, söguleg byggingararfleifð. Það er að hanna byggingar og hverfi með nýja notkun í huga. Og þar hafa Danir á stórum hluta endurhanna svæði með því að halda í þá arfleifð og það andrúmsloft sem svæði hefur. Og það er einmitt þetta sem við erum að leggja hér til í að vera unnin þessi stefna eða í þessari tillögu. Það er að vera unnin stefna varðveislu og sögu ásýndar gróðurhúsarfleifðar Hveragilsbæjar. Og svo það sé tekið fram að þá felur það ekki endilega í sér að það eigi að varðveita öll gróðurhús en kannski einhvern hluta þeirra. Og kannski að stórum hluta að ný hverfi sem byggjast upp á reitum þar sem hafa verið garðyrkjustöðvar að hverfi taki mið af þeirri arfleifð á einhvern hátt og vísi í hana að einhverju leyti. Ef ekki talið fýsilegt að varðveita eldri byggingar þar. Þannig að hér er framkomin tillaga sem er til þess fallin að styrkja enn frekar hvernig við viljum sjá þróun byggðar í bænum, sem að ég held að sé jákvætt, kallast á við aðalskipulagið sem við vorum að afgreiða hér áðan og verður farsælt fyrir byggðina hér í Hveragili. Kæra þakkir fyrir þetta, Njörður. Ef það er ekki fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið, þá legg ég upp tillögu að bæjarstjórn samþykki tillögu þessa varðveislu gróðurhúsarfleifðar. Þið gefa merki sem samþykki tillöguna og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að 15. lið ráðgjöf og umsjón með útboði á tryggingum. En mál þetta var tekið fyrir á bæjarráði þann 19. mars, þar sem lagt var til við bæjarstjórn að samþykkja tilboð Consello EHF í ráðgjöf og umsjón með útboði á tryggingum samkvæmt fyrirliggjandi tilboði og að fela bæjarstjóra að ganga til samninga á grundvelli tilboðsins. Orðið laust þennan fundalið. Og engin hversu hljós, þá byrja upp tillögum að bæjarstjórn samþykki tillöguna. Þið gefa merki sem samþykkið og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin á 16. lið þjónustusamningu við foreldrafélag grunnskólans í Hveragerði. En málið að þetta var tekið fyrir í bæjarráði þann 19. mars þar sem lagt var til við bæjarstjórn að samþykkja þjónustusamningu við foreldrafélag grunnskólans í Hveragerði og fela bæjarstjóra að undirrita samninginn. Orðið laust þennan lið. Ekki hversu hljós, það byrja upp tillögum að bæjarstjórn samþykki tillögu bæjarráðs. Gefa merki sem samþykki og það er samþykkt samhliða. En þá erum við komin að lið nr. 17, kosningi yfir kjörstjórn og undir kjörstjórn 1 og undir kjörstjórn 2. Orðið laust þennan fundalið. Það er engin hversu hljós. Þá er byrja upp tillögu að bæjarstjórn veiti eftirtöldum aðilum lausn frá störfum í kjörstjórnum út kjörtímabilið. Fríðu Margréti Þorsteinsdóttur, Önnu Elísabetu Ólafsdóttur og Margréti Ísaksdóttur. Þá er borin upp til að bæjarstjórn samþykki að Margrét Haraldsdóttir verði kjörin aðalmaður í yfirkjörstjórn, undir kjörstjórn vegna kjördeildar 1 og að Ágúst Örlygur Magnússon og Jóhanna Ýr Ólafsdóttir verði kjörin varamenn undir kjörstjórn vegna kjördeildar 2. Og ég ber þessa tillögu upp undir fundi til samþykktar þegar gefa merki sem samþykkið og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að 18. lið og það er viðauki nr. 2 við fjárhagsáætlun 2006 vegna kjörstjórnar og í framlegum gögnum er gerð tillaga við viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2006 vegna annars rekstrakostnaðar vegna kosninga að fjárhæð 700.000 krónur.
Orðið laust þannig fundalið. Engi hversu hljós, þá byrjum tillögum að bæjarstjórn samþykki viðauka 2 fjárhagsáætlun ársins vegna annars rekstrarkostnaðar og þeir gefa merki sem samþykki og það er samþykkt samhliða. 19. liður er brunavarnaáætlun Brunavarna Árnessýslu BS en í bréfi frá slökkviliðsstjóra kemur fram að brunavarnaáætlun Brunavarna Árnessýslu hafa verið samþykkt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og hjá stjórn Brunavarna Árnessýslu. Orðið laust. Engi hversu hljós, þá byrja upp tillögum að bæjarstjórn samþykki brunavarnaáætlun Brunavarna Árnessýslu, auðkenni 09/03/2026, 09/00 með gildistíma til febrúar 2031 og gefa merki sem samþykki það og það er samþykkt samhliða. Þá er það liður númer 20 og síðasti fundarliðurinn hjá okkur í dag. En það er til að breytnum fundatíma bæjarstjórnar í maí 2026 og hér er gert til að bæjarstjórnar fundir sem fyrirhugaður var þann 13. maí næstkomandi verði færður til 12. maí 2026 klukkan 17:00. Orðið laust þennan fundalið. Engi hversu hljós, þá byrja þessa tillögu undir fundin til samþykktar. Þeir gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá bara þakka ég ykkur fyrir að áheyrnina og á horfið heima fyrir og við slítum útsendingu og lesum yfir fundagerð og skrifum undir fundagerðina. Kærar þakkir.